Kæri herra forseti, kæri heilbrigðisráðherra og forseti ISÍ, góðir gestir nær og fjær, ég heiti Alma D. Möller og býð ykkur velkomin hingað til embættis landlæknis. Nú tilefnið tvíþætt, annars vegar kynnir embætti landlæknis endurskoðaðar ráðleggingar hreyfingu og takmörkun kyrrsetu og þær ráðleggingar eru afrakstur vinnu faghóps á vegum embættisins í samstarfi við sérfræðinga hjá Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu, Háskóla Íslands, Háskólanum í Reykjavík og Háskólanum á Akureyri og ég vil þakka ykkur öllum fyrir gott starf og samstarf. Og hins vegar þá ræsir Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands lífshlaupið sem hreyfiátak í 17. sinn en embætti landlæknis hefur verið samstarfsaðili þess gegnum árun. Nú mikilvægi reglulegra hreyfingar óumdeilt en hreyfing bætir heilsu og líðan bæði andlega og líkamlega og á öllum æviskeiðum. Hreyfing bætir andlega getu og getur minnkað einkenni kvíða og þunglyndis og svefn sem undirstaða heilsu og vellíðunar verður betri. Þá minnkar hreyfing líkur á ýmsum sjúkdómum, til dæmis hjarta- og æðasjúkdómum, háþrýstingi, krabbameinum og sykursýki 2 og það verður auðveldara að halda kjörþing. Og þannig má reikna með almennt betri lífsgæðum við ástundum hreyfingar. Nú við erum með þétta dagskrá hér í dag og það verður kynnt eftir sem henni vindur fram. En við skulum byrja á ávarpi frá manni sem þekktur fyrir að hreyfa sig mikið. Gjörðu svo vel forseti Íslands, herra Guðni T.H. Jóhannesson. Já, ráðherra, landlæknir, forseti ISÍ, kæru landsmenn nær og fjær, gleðilegt lífshlaup. Mér það heiður og ánægja að vera með ykkur hérna á þessum viðburði og tek undir allt sem okkar ágæti landlæknir minntist á. Og jú, maður reynir að hreyfa sig. Við viljum bæta heilsu fólks. Við viljum láta fólki líða vel. Við vorum hérna fyrir 10 dögum. Þá huguðum við að leiðum til þess að sinna forvörnum á sviði sjálfsskaða og sjálfsvíga. Og nú höfum við áfram forvarnir í huga. Við viljum eiga öflugt heilbrigðiskerfi. Við viljum að þau sem þurfi á þeirri þjónustu að halda geti sótt hana og notið hennar. Þá viljum við hafa flotta spítala og heilsugæslustöðvar og þar fram eftir götunum. Við viljum geta notið góðra lyfja og meðferðar og við viljum eiga öflugt heilbrigðisstarfsfólk. En þetta ekki eina svarið þegar við spyrjum okkur hvernig bætum við líf og heilsu landsmanna. Við verðum líka að vera forvirk. Við verðum hvert og eitt og sem samfélag að huga að heilsu og vellíðan hvers og eins. Og þá getur hreyfing skipt svo miklu máli. Öll okkar hvatning í þeim efnum verður að vera jákvæð. Við eigum ekki að fylla fólk sektarkennd eða samviskubiti. Við eigum ekki að stunda líkamsmánun. Við eigum ekki að ýta undir útlitsstýrkun. Hvert og eitt okkar sérstakt, einstakt, frábært. Hvert og eitt okkar á að finna eigin hvata og eigin leiðir til þess að láta sér líða vel. Allir hvatar jákvæðir á gleðilegum nótum og þá mun okkur ganga vel. Og hvert og eitt okkar þarf að finna sína leið og mæli hver fyrir sig. Ég hef komist að því að mér finnst fjölbreytni góð. Þess vegna finnst mér gaman að fara stundum út að hlaupa, stundum að vera í bumbubolta svonefndum með vinum mínum. Ég rétt nýkominn úr sjósundi með góðum hópi fólks sem ég stundar reglulega. Annað fólk hefur sinnhátt. Elísa gengur mikið og fer í ræktina. Ekki gera neitt af því sem veldur þér meiri áhyggjum og leiðindum og kvíða.
þá til lítils unnið. Þetta finnst mér lykilatriði. Nú, auðvitað vitum við aldrei hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Við getum verið í fínasta formi, en svo koma einhverjir kvillar upp sem við ráðum ekkert við og þá að taka því. En mér finnst við séum samt að leggja inn ef við ákveðum að sinna eins vel og við getum lífi okkar og heilsu. Holl hreyfing, hollar hugsanir, kannski fer þetta saman. Lífslaupið að hefjast, mikið það fallegt orð. Hvernig viltu að þitt lífslaup sé og verði? Ég ætla ekki að predika neitt hér, hvorki á sviði heilsu og hreyfingar eða á frekar almennari nótum, en ég hygg þó að í góðu lífslaupi geti falist þetta að geta sagt við sjálfan sig að kvöldi, ja, þetta var góðu dagur og ég hlakka til morgundagsins. Og svo hygg ég líka að í góðu lífslaupi geti falist að maður geti sagt við sjálfan sig, já, í dag gerði ég ekkert og sagði ekkert sem var ósanngjarnt eða ósatt. Í dag gerði ég ekkert og sagði ekkert sem ég þarf svo kannski að skammast mín fyrir á morgun. Þannig að lífslaup, gott lífslaup, felst í þessu öllu. Sinna eigin lífi og heilsu, taka ábyrgð á eigin lífi og heilsu, en átta sig líka á því að við búum í samfélagi með réttindum og skyldum og því betri sem við erum við hvort annað, því betri erum við sem einstaklingar og samfélag. Takk ykkur fyrir. Það þannig að það svolítið yfirskriftin hérna í dag að öll hreyfing skipti máli, þannig að ég ætla að biðja ykkur að endurtaka klappið standandi. Við þökkum forseta hans góðu orð og hvatningu og þá komið að næsta mann á mælendaskrá sem ekki síður þekktur fyrir að hreyfa sig og sprikla með bolta og það heilbrigðisráðherrann okkar Willum Þór Þórsson. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Kæri forseti, landlæknir, forseti Íþróttasambands, kæri gestir. Ég hélt eitt augnablik að landlæknir var að biðja ykkur að standa upp fyrir mér. Það var ekki þannig, en það var góð tilfinning. Stönginin, alltaf verið stönginin. Og það hreyfing. Ég mjög glaður. Ég að hefja mitt 3. lífslaup. Já. Ég 150 ára. Mér finnst þetta, ég svo glaður af því að mér finnst þetta svo flottur viðburður. Ég var reyndar að fá notatækifæri hérna. Þetta auðvitað samofið lýðheilsunni og við erum hér í húsi lýðheilsunnar og forvarna en það eru þessir viðburðir sem að íþróttahreyfingin stendur fyrir eins og þetta lífslaup sem frábært orð, tekur undir með forsetavorum og hægt að leika sér mikið með sem mikilvægt líka en við erum að ganga í skólan, við erum að hjóla í vinnuna og þú veltir því fyrir þér, þetta átak, þetta allt átaksviðburðir, þetta allt í þeim tilgangi að koma okkur á stað og það eru faglegar forsendur á baki. En það akkúrat þarna þegar þeir sem að vinna með okkur á vinnustaðnum eða þar sem við erum hvetja mann af stað og maður finnur hvað þetta gerir. Maður finnur veljiðan, maður finnur félagskapinn, maður finnur þetta hvað þetta hefur jákvæð andleg áhrif, maður finnur orkuna framkallast í daglegu lífi, í vinnu og að sinna fjölskyldu og að gera bara allt það sem við erum að gera alla daga. Og það leiðir af sér hvað?
þegar að lífslaupinu lýkur þetta árið, þá vill maður halda áfram. Maður finnur að þetta gerir gott. Þetta ýtir undir þetta reglubundna sem svo mikilvægt og sem þetta svona algjörlega hluti af allri forvarnar hugsun, lýðheilsustefnu 2030. Og það það sem svo frábært og þess vegna ég glaður. Og ég auðvitað glaður, ég þarf ekkert að segja þessum hópi hér allt þetta faglega, það verður gaman að hlusta á þau erindi sem að koma hér, vegna þess að þetta á við okkur öll, sama hvar við erum, hvað við erum að kljást við, sama hvaða aldurskeiði, þetta á við alveg frá vöggu til grafar að hreyfa sig, að taka þátt og við höfum öll að styðja hvort annað í því. Það algjört lykilatriði, þess vegna ég auðvitað glaður. En það eitt sem að ég hugleiddi hérna, bara þegar ég var að hlusta á inngang landlæknis og góða ræðu forseta, í gegnum alla mína íþróttaiðkun. Hvað það sem að svona klingir mest? Hvað það sem að hefur hvatt áfram? Ég auðvitað rosalegu keppnismaður sem ég held að eigi við okkur öll og við finnum keppnismannin í okkur með ólíkum hætti. En það eitt orð sem að eftir allt þetta, alla þessar hreyfingu sem að klingir og það orðið berjast. Það rosalega íslenskt. Og ég hef svo sem alveg á erlendum vettvangi kynnst alls konar orðum og svona nálgun þegar við erum að vinna saman í hóp. Þetta á að efla okkur, efla kappið í okkur að ná árangri. En við leggjum öll mjög misjafnan skilning í því hvað að berjast. Berjast getur líka bara verið rosalega fallegt orð og falleg nálgun í hópi til að vinna að sama markmiði. Og það svo aldeilis markmiðið með þessu að koma okkur á stað og hvetja til reglubundinnar hreyfingar. Við skulum öll berjast fyrir forvörnum og berjast fyrir því og til hamingju með að vera að fara af stað enn eitt árið. Takk. Það náttúrulega ekki bara góð hreyfing að standa upp, það ótrúlega gaman að taka á móti svona standandi lófatæki. Ekki sammála því? Ég bara enn að koma niður. En þá næstur Lárus Blöndal, hann forseti Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands og hann bekkjarbróðir minn í gegnum allan skólann á Siglufirði og vá hvað við hreyfðum okkur nú mikið þegar við vorum að alast upp. Já, gjörðu svo vel. Já, virðulegur forseti, ráðherra, landlæknir, það gaman að vera með ykkur hérna í dag og sérstaklega viðeigandi að við skulum vera að setja hérna lífslaupi hér á þessum tímapunkti þegar ný viðmið hreyfingu eru kynnt hjá embættinu. En þetta 17. skipti sem að við höldum lífslaupið sem heilsu- og hvatningarverkefni Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. Lífslaupið skiptist núna í 4 keppnir. Það grunnskóla, framhaldsskóla og vinnustaðakeppni og síðan í fyrsta sinn núna líka keppni fyrir eldri borgara sem hefur verið kallað hérna núna hreistihópa 67+. Þannig að í dag í raun og veru geta allir á aldrinum 6 og eldri tekið þátt í lífslaupinu. Það má líka segja frá því að lífslaupið það almennis íþróttaverkefni ISÍ sem flestir taka þátt í. En það 16.000 einstaklingar sem hafa verið skráðir í 1.500 lið á undanförnum árum. En markmiðið með þessu verkefni fyrst og fremst að hvetja landsmenn til að huga að sinni daglegu hreyfingu og gera hana föstum lið í lífi sínu. Mér langar aðeins til að segja ykkur frá nýjum verkefnum, þannig að það auðvitað mikilvægt. Við höfum verið með mörg verkefni, þau að skila mörg hver miklum árangri. En við þurfum líka að sækja fram á nýjum vettvangi og það erum við að gera núna. Við höfum verið að ganga frá samningum núna, meðal annars við Mennta- og barnamálaráðuneytið, við og UMFÍ, það að stofna til svæðaskrifstofa, 8 svæðaskrifstofa, alls staðar landið, þar sem 2 starfsmenn á hverri svæðaskrifstofu.
Nú með þessu erum við annars vegar að vinna fyrir hreyfinguna og starfsemi verður að hluta til þess að vinna fyrir hreyfinguna þá á þeim svæðum sem umræðir og reynda líka á landsvísu eftir atvikum. En einnig að vinna að verkefnum fyrir mennta- og barnamálaráðuneytið sem að lúta að því að innleiða meðal annars farsældarlögin sem að nú eru í fullum gangi og það þá okkar verkefni að framkoma það innan hreyfingarinnar, íþróttahreyfingarinnar. En síðan erum við líka með stóru verkefni sem skipta gríðarlega miklu máli og hafa svo sem verið hvað maður að segja, menn hafa haft auga á því í nokkuð tíma, en nú erum við að grípa til virkilega alvöru ráðstafana til þess að ná fram einhvernum breytingum. En það er verkefni að auka þátttöku fatlaðra barna í íþróttum. Við vitum það að þetta hefur verið vandamál, við þekkjum þessar tölur, það er innan við 5% fatlaðra barna á grunnskólaaldri sem að taka þátt í íþróttum. Á meðan hlutfallið er kannski 70–90% hjá ófötluðum og þetta er verkefni sem þarf að vinna og verður að vinna. Reyndar hún rétt að það er verkefni í gangi sem við og MFÍ stöndum að með Íþróttasambandi fatlaðra sem heitir Allir með, ekki? Og ég held að það verið kynnt hérna og eftir, það er eitt af þessu, en núna erum við að fara í gegnum alla hreyfinguna til þess að ná til þessa fólks þessa fötluðu einstaklinga sem ekki hafa séð sér fært að taka þátt í íþróttum eins og jafnaldrar þeirra gera mjög mikið. Þannig að þetta er eitt verkefni. Síðan erum við líka, munum við einbeita okkur að börnum frá tekjulágum heimilum. Það verður auðvitað mjög stórt verkefni en líka kannski svolítið erfitt í framkvæmd og við höfum eftir að sjá hvernig það vinnst en það er allavega ætlunin og þetta var nú reynt í COVID-tímanum að þá kom ríkið inn með frístundastyrki sem að ríkið greiddi sérstaklega til tekjulágra heimila til þess að reyna að fá fram þáttöku frá börnum frá þessum heimilum og við ætlum semst að reyna að halda því verkefni áfram. En síðan erum við líka með verkefni sem lítur að því að auka þáttöku barna og unglinga frá heimilum það sem er fjölbreyttur tungumála og menningar bakgrunnur, það sem er sama vandamáli, það er mjög lítil þáttaka, þannig að við erum í átaksverkefnum gagnvart þessum 3 þáttum sem að ég held að skipti gríðarlega miklu máli og muni skila okkur miklu bæði íþróttahreyfingunni en líka bara fyrir samfélagið allt. Og ég held núna bara í þeirri umræðu sem er núna innflytjendur og hælisleitendur, þá held ég að það sé einmitt það sem getur skiptir risamáli. Það er að samfélagið og íþróttasamfélagið taki utan þetta fólk vegna þess að það reynslan er svo. Til dæmis þekki ég það bara á heimsóknum mínum kringum landið. Eins og til dæmis á Ísafirði. Þar er held ég íþróttahreyfingin að sameina þessa hópa. Það eru menn að taka þátt í íþróttastarfi sem hluta á stað skólastarfinu. Það er sem samtengt skólastarfinu íþróttastarfi þar og þar með eru allir með og þá koma foreldrarnir líka, þannig að þetta er gríðarlega mikilvæg þáttur, ekki bara út frá hreyfingu heldur líka út frá bara samfélaginu sem slíku. En þetta er semst eitthvað sem við ætlum að keyra á núna og við erum að fara að setja þessar skrifstofur á laggirnar og vonumst til þess að geta opnað þær innan ekki mjög langs tíma. Við munum vera í samstarfi við sveitarfélögin í kringum allt land og við erum líka með í skoðun eða mennta- og barnamálaráðuneytið að tengja líka inn á þessar skrifstofur mögulega æskulýðs- og menntamál, þannig að þetta verði svona kjarnarskrifstofur á þessum svæðum. Þetta eru sömu svæðin og sveitarfélögin hafa skipt upp í, þannig að við erum svona að reyna að vinna saman með sveitarfélögunum og ríkinu að því að ná árangri í þessum málum. Nú það er kannski eitt annað sem ég langar til að nefna að þessi hreystihópur 67+, ég hef nú svona vonast til að geta sagt að hann sé kannski afrakstur þess að við erum búin að vera núna á 3. ár, það er 3. ári núna, í samstarfi við Landssamband eldri borgara, þar sem að ríkið, félagsmálaráðuneytið, menntamálaráðuneytið, ég held að var ekki heilbrigðisráðuneytið líka þátttakandi í þessu eitt skipti, hafa stutt eða látið okkur fá fjármuni til að vera með 1 starfsmann hvorn aðila til að vinna því að tengja saman íþróttahreyfinguna og eldri borgara. Og þetta er risastórt lýðheilsumál líka. Við erum með fullt af mannvirkjum, við erum með fullt af þekkingu, við erum út allt land og ég tel að þarna getum við virkilega náð árangri og eigum að ná árangri vegna þess að við þá bæði að nýta betur mannauðinn sem við búum yfir og líka þau mannvirki sem eru til. Þannig að þetta er svona
framtíðarsýnin og nýju verkefni sem við erum að fara að tækla, þannig að það að nóg að taka. En að lokum þá vil ég bara þakka Ölmu, skólasysteminni og hennar starfsfólki fyrir samstarfið og ég segi lífslaupið formlega hafið. Gangi ykkur alveg vel. Já, takk fyrir þetta Lárus og fyrir ykkar góða starf og samstarf. En þá komið að Örnu Sigríði Albertsdóttur, íþróttafræðingi og afrekskonu í íþróttum og verkefnastjóra hjá Þroskahjálp. Gjörðu svo vel. Kæri forseti, ráðherra, landlæknir, forseti ISÍ og aðra gestir. Ég heiti Arna Sigríður og ég hreyfihömluð hjólreiðakona og verkefnastjóri hjá Þroskahjálp í heilsueflingarverkefni fyrir fólk með þroskahömlun og aðra fatlanir. Ég ótrúlega glöð að lífslaupi árið 2024 setja áherslu á fatlað fólk og út séu komnar sérstakar hreyfiráðleggingar fyrir hópinn. Ég hef fundið það sjálf í gegnum íþróttaiðkun mína og í gegnum vinnuna hvernig fólk með fötlun hefur ekki sama tækifæri að stunda hreyfingu, íþróttir eða útivist og aðrir hópar. En síðastliðin ár hefur verið mikil áhersla lögð á inngildingu í íþróttastarfi, þá sérstaklega fyrir fötluð börn og meðal annars hafa stjórnvöld og íþróttahreyfingin sett sér markmið inngildingu í öllu íþróttastarfi á öllu landinu. En hvað þýðir þessi inngilding? Orðið inngilding nefnilega eins og önnur flókin orð sem við notum einfalda hluti í sjálfu sér svolítið útilokandi. Fyrir stóran hóp fólks, þess vegna hvet ég alla að nota einföld orð, auðskilin orð til að koma skilaboðum sínum sem best á framfæri fyrir sem flesta. Orðið inngilding þýðir fyrir mér að allir eigi jafnan rétt til þess að stunda og vera fullgildir þátttakendur í íþróttum, hreyfingu og útivist. Að mínu mati auðveldara að setja stefnu á markmið en að fylgja stefnunni og markmiðunum. En til þess að við náum þessu markmiði, þá eru hérna nokkru punktar sem ég tel að séu mikilvægt að huga að. Við þurfum að auka rannsóknir á heilsu fatlaðs fólks og öðru sem kemur á aðgengi hópsins að heilsueflingu og heilbrigðisþjónustu. Við þurfum að bæta aðgengi að stöðum eins og íþróttahúsum, líkamsræktarstöðvum, áhorfendapöllum og útivistarsvæðum. Við þurfum að auka fræðslu til þjálfara, íþróttakennara og allra annara sem tengjast íþróttum og hreyfingu og útivist. Við þurfum að auka aðgengi að sérhæfðum hjálpartækjum sem eru nauðsynleg hreyfihömluðu fólki til þess að geta stundað íþróttir, hreyfingu og útivist. En síðan þurfum við, samfélagið allt, að breyta menningur okkar og viðhorfum. Mín upplifun er nefnilega sú að við vanmetum hæfileika fatlaðs fólks og við vanmetum aðlögunarhæfni þess. Að allt of sjaldan fái fatlað fólk tækifæri til hreyfingar og útivistar við hæfi og eftir áhugasviði. Það getur valdið því að kyrrseta verður mikil og viðburðir til skemmtunar og afþreyingar reynist oft skaðleg fyrir heilsuna okkar til langs tíma. En þær fáu rannsóknir sem hafa verið gerðar hérlendis og rannsóknir sem hafa verið gerðar erlendis sýna fram á að fatlað fólk þjáist því miður frekara lífsstílssjúkdómum, hafi verri heilsu og lifi skemur en aðrir hópar fólks. Þess vegna til mjög mikils að vinna. Tækifæri til íþróttaiðkunar og aukinnar hreyfingar getur gert þessu fólki kleift á að auka félagsfærni, mynda félagsleg tengsl, auka sjálfstæði, bæta andlega líðan, tilheyra hópi og lengja lífslíkur sínar. Tækifærin og bætt aðgengi fatlaðs fólks að íþróttastarfi getur þannig haft hvetjandi áhrif á frekari þátttöku í samfélaginu öllu. Þannig að ég ætla að þetta lífslaupi, þá ætla ég að fá ykkur til að taka nokkrar æfingar með mér, þannig
vil endilega fá okkur til að standa upp sem getur það. Það var nú búið að gauka viljum að vera aðstoðarþjálfari. Já, það ekki. Bara aðeins að byrja svona að vekja líkamann okkar aðeins hérna. Slá að taka svona snjóengla. Svona teygja á okkur. Sérstaklega fyrir alla sem eru í jakkafötum. Tekur aðeins til hliðar. Aðeins að tryggja hálsinum. Þetta er skrifstofuvinnan, allar svolítið stífir. Getur framsóknarmaðurinn farið til hægri og vinstri? Þetta fer ekki út úr þessu herbergi. Það er hægt að gera svona. Það verður aðeins að teygja upp á búkinu og svona getum til hliðar. Og þarna bara ekki að það verður. Það taka stóra hringi á höndunum. Takk fyrir. Takk fyrir. Þakka þér kærlega fyrir Arna Sigríður og við hlustuðum öll vel á það sem þú hafðir að segja og ég sá að heilbrigðisráðherra skrifaði niður marga punkta þannig að við heyrum hvað þú segir og það sem er ánægjulegt í ár er að það er í fyrsta skipti sérstakar leiðbeiningar fyrir fatlað fólk, bæði fyrir börn og fyrir fullorðna og þetta verður kynnt núna. En þá er komið að kynningu á þessum opinberu ráðleggingum sem ég nefndi í upphafi og þær eru hreyfingu og takmörkum kyrrsetu sem er ekki síður mikilvægt. Og þarna eru mjög margir sem ætla að kynna fyrir ykkur þannig að ég ætla að biðja ykkur bara að koma upp og raða ykkur hérna eða hérna já og síðan bara fara upp hvert af öðru og hérna kynna ykkur sjálf og svo fáið þið kröftugt standandi lófatak þegar kynningu er lokið. En fyrst er það Gígja Gunnarsdóttir sem að vinnur hérna hjá okkur á embætti landlæknis og leiðir meðal annars heilsueflandi starf. Gjörðu svo vel Gígja. Heyrðu, já, komið sæl, öllsumul, forseti, ráðherra, landlæknir, forseti ISÍ og öllin. Þetta er gleðidagur, þetta er búið að taka okkur aðeins lengri tíma ef við vilja. Það kom hérna smá COVID og ýmislegt í millitíðinni. En hér erum við og alveg bara frábær dagur og svo náttúrulega svo innilega tilvalið að tengja ráðleggingarnar og lífslaupið en það er eins og hefur verið bent hér á lífslaupið og öll þessi flottu almenningsskiptaverkefni við ISÍ og fleiri lykilatriði því að koma skilunum á framfæri til almennings og akkúrat að hvetja á jákvæðan hátt áfram að fylgja ráðleggingunum. En þetta eru ráðleggingar hreyfingu og takmörkun kyrrsetu þannig ég ætla bara örsnöggt að hlaupa yfir þessa lykil hugtök. Það er sem sagt hreyfing er hvers konar vinna beinagreinda vöðva sem eykur orkunotkun umfram það sem gerist í hvíld. Og en þannig að þetta er rosalega vítt hugtak og í raun og veru þá hreyfing getur verið svo óbóðslega margt og akkúrat eins og búið að segja hér að hver og einn á að geta fundið sína leið. Og hún er oft skilgreind út frá 4 víddum og þetta skiptir máli af því þegar þeir verið að fara yfir hverjar eru ráðleggingarnar, hver er skammturinn. En það er semst tími, hver lengi í mínútum og þau koma kollegarnir í faghópnum inn á það eftir fyrir hvern hóp, hversu lengi og ákefð hver erfitt og þá erum við að tala létta hreyfingu og síðan og við viljum bara að þessi mesta léttri hreyfingu takmarka kyrrsetu og skipta kyrrsetu út fyrir hreyfingu að hvaða ákefð sem er. Og við tökum og semst létt, það er
Hvað látum við hjarta okkar pumpa mikið? Og miðlungs, þá það aðeins meira, svona 60-70%, og svo mikil kröftug. Þannig að það getur verið mjög einstaklingsbundið hvenar, þetta er svona að skipta svolítið gír á bílnum. En í ráðleggingunum, sem mesta léttir hreyfingu, og svo að ná þessum viðmið fyrir rösklu eftir sem við á rösklu og kröftuga hreyfingu. Og svo er það tíðni, þá hve oft, daglega eða í vikunni, eins og þau fara hérna yfir og eftir líka skammtinn fyrir hvern og einn. Og svo tegund, hvernig hreyfing, þol, styrkur, jafnvægi og liðleiki, og nú eins og kemur inn á eftir til dæmis hérna fyrir eldri borgarana er sérstaklega mikil áhersla á styrkþjálfun. Og þá er það svo hreyfing og síðan takmörkun kyrrsetu. Kyrrseta er vökutími sem er varið sitjandi eða liggjandi og orkunotkun er lítil, til dæmis heima, í vinnu, skóla og í ferðum á milli staða. Og þannig að það er líka þannig að þó maður sé sitjandi, og einmitt við erum öll svo ólík og þetta er svo mikill fjölbreytileiki, að þá er þetta raun og líka þessi orkunotkun hluti skipta svo miklu máli að þannig að jafnvel þó að einhverjum ástæðum sé óhjákvæmilegt að vera í sitjandi eða liggjandi stöðu, snýst þetta líka þá auka orkunotkuna, hreyfinguna, annars konar hreyfingu. En af hverju hreyfing? Við erum vel sett, við erum með framáfólki í samfélaginu sem er með þetta allt saman á hreinu. En þetta er í raun og fyrir allt í sem andlega, líkamlega, félagslega heilsu og líðan. Og er fyrir börnin, fjölmargir, margs konar ávinningur og einnig fyrir fullorðna eldra fólk, betri lífsgæði, andleg, líkamlega og félagslega heilsa, svefnin er búið að minnast á það, hugrænu getuna, minnka líkur á föllum hjá eldri borgurum, minni líkur á ótímabærum dauða almennt og bætir líkur á minni líkur á og bætir líf með ýmsum sjúkdómum. Þannig að þetta er svo mikið galdra tæki hreyfingin sko. En ákveðu byggja ráðleggingarnar, við erum að núna leggja til hliðar ráðleggingarnar frá 2008 og ég er búin að fá frá einhverjum módelum sem er í væklingnum, það er nú ekki ánægð með þetta, en nú erum við bara með sílu eftir, en getum notað myndirnar áfram. En það er það sama áfram að ráðleggingarnar byggja á bestu stöð þekkingar á tengslum hreyfingar og heilsu hverju sinni. Svona eiginlega maður slett að byggjast bang for the buck. Hvernig getum við hámarkað ávinning fyrir lágmarks álag? Og svo náttúrulega tökum við mið af íslenskum aðstæðum. Það byggja í grunninn á alþjóðlegum ráðleggingum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar sem komu út undir lok árs 2020, eru í grunninn byggja á þeim. Og síðan amerísku ráðleggingunum og svo líka horfðum við til aðlögunar annarra Norðurlanda á ráðleggingunum. Og þetta er faghópurinn hreyfing, ráðleggingarnar eins og búið að fara yfir hér, hópur fólks og mjög ánægilegt að vera aðilar meðal annars frá 3 háskólum og bara búið að vera gott samstarf. En helstu breytingar og áherslur, nú er ekki lengur aðeins ráðleggingur hreyfingu, heldur einnig sjálfstæðar ráðleggingar takmörkun kyrrsetu. Þannig að það er líka sérstaklega vel leggja áherslu á það. Og ráðleggingar fyrir fatlað fólk, eins og búið að koma fram hér, er nýr hluti og sannarlega full ástæða til þess að til viðbótar við æviskeiðin að lyfta þessum hópi sérstaklega upp. Og það er breytt viðmið fyrir fullorðna og eldra fólk að það fer úr 30 mínútum rösklegri hreyfingu á dag í 150 mínútur rösklegri hreyfingu á viku og auður fyrir betur í þetta. Og þetta er þá í lífslaupinu, hægt að ná þessu 5 vikunar, 30 mínútur, þá uppfyllum maður þetta. Og enn meira áherslu á styrkþjálfun eins og ég sagði. Og nú telja allar mínútur rösklegri og kröftugri hreyfingu ekki, maður þarf ekki að ná 10 mínútum, svo að telja heldur þetta safna saman. Og það er ríka áherslu á að taka mið á aðstæðum á hverjum tíma eins og kom svo fram vel í máli forsetans og fleiri undan og á alltaf betra að hreyfa sig lítið eitt en ekki neitt. Þannig að þetta er lykilskilaboðin, takmörkun kyrrsetu, öll hreyfing skiptir máli. Og þær eru gefnar út í einblíðingum núna fyrir börn og ungmenni almennt og svo sérstaklega þá með fókus á fötluð börn og ungmenni, fyrir fullorðna, fyrir á meðgöngu og eftir fæðingu, fyrir eldra fólk og síðan þá fullorðna með fötlu. En nú ætla ég að gefa henni Birnu orðið. Hún ætlar að segja örstutt frá ráðleggingunum fyrir börn og ungmenni. Já, komið þið sæl. Gaman að sjá okkur öll. Forseti Íslands, heilbrigðisráðherra, forseti ISÍ, landlæknir
og þið öll sem hér eruð, hvort sem eru hérna á staðnum eða á fjarfundi. Lengi býr að fyrstu gerð. Það gott máltæki og það á svo sannarlega við hreyfingu. Rannsóknin sýna að hreyfing á yngri árum eykur líkur á hreyfingu síðar meir. Og rannsóknin sýna líka að hreyfing á öllum aldri hefur góð og mikilvæg áhrif fyrir heilsu okkar. Fyrir líkamlega heilsu, geðheilsu og félagslega heilsu. Þannig að hreyfing mikilvæg, við vitum það öll. Og ef við snúum okkur að ráðleggingum fyrir börn og ungmenni, kannski fá næstu glæru? Ég gerir þetta sjálf og ég gerir eitthvað sjálf. Þetta manual. Þarna, já, þetta bara svona venjulegt. Ég held ekki að stjórna öðrum minna, en ok. Já, ráðleggingar fyrir börn og ungmenni, eins og þar kemur fram, þá ráðlagt að börn og ungmenni hreyfi sig daglega. Og nánar ef við skoðum það að þá talað að í minnst 60 mínútur á dag að meðaltali yfir vikuna þá ættu börn að hreyfa sig rösklega til kröftulega. Þá áttu hreyfingu að miðlungst til mikilli ákefð sem eykur hjartslátt og öndun. Og dæmi eru nefnt þarna eins og röskleg ganga, skokka, hlaupa, dansa, sippa, synda, hjóla og þar fram eftir götunum. En börn og ungmenni ættu líka minnst 3 daga vikunar að stunda kröftuga hreyfingu sem eykur þol og sem styrkir vöðva og bein. Og hér þáttu hreyfingu af mikilli ákefð sem eykur hjartslátt og öndun enn meira og kalla fram mæði og jafnvel svita. Dæmi þetta eru hlaup og hlaupaleikir, sippa hjóla, synda hratt og ýmsar íþróttir og önnur hreyfing sem stunduð kröftulega. En þessar ráðleggingar eins og fram hefur komið, þær snúa ekki bara að hreyfingu, þær snúa líka að takmörkun kyrrsetu. Og sérstaklega þá að takmarka skjátíma ungmenna, barna og ungmenna. Og þá erum við ekki að tala á skólatíma þar sem þau eiga að vera að sinna sínu námi gegnum skjái og tölvur. Heldur erum við að tala í frítíma þeirra, að takmarka skjátíma í frítíma þeirra. Nú rannsóknir sýna líka að yngri börn frekar en eldri að ná viðmiðum daglega hreyfingu. Og við vitum líka og rannsóknir sýna það að dregur hreyfingu með aldri. Og sérstaklega á unglingsárum þá dregur hreyfingu. Einmitt á þessum aldri þar sem að börn eru að fara úr grunnskóla og yfir í framhaldsskóla. Það tímabil mikilla áskorana fyrir ungmennin okkar. Það rosalega margt að gerast á þessum árum. Bara líkamlega og félagslega og þau eru að flytjast á milli skóla, þannig að það er svo margt sem að gerast og þarna dregur úr hreyfingu, það sjáum við greinilega. Þess vegna svo mikilvægt að við hvetjum og styðjum börnin okkar, auðvitað alveg á öllum aldri, en kannski líka sérstaklega á þessum aldri, í því að finna hreyfingu við sitt hæfi og finna hreyfingu sem að þeim finnst skemmtileg. Það á að vera skemmtilegt líka. Og við líka þetta að flétta hreyfingu inn í daglegt líf. Það ekki bara þetta að fara á æfingu, heldur líka að reyna að flétta skrefum inn í daglegt líf, eins og að ganga og fara á eigin orku milli staða, frekar en að nota bílinn. Og líka þetta að bara hreinlega að taka stigann í staðaliftunar, en ég fann samt ekki stigann hérna á því ég kom niðri, ég ætlaði að labba upp en ég bara sá enga enga leiðbeiningar það. Var eitthvað skemmtilega að bæta þeim við. Já, síðan ætlaði ég líka bara að minna á þennan góða sem ég vil segja bara málsátt, þetta slagur sem fram kemur nokkur sinnum í ráðleggingunum. Það betra að hreyfa sér lítið eitt en ekki neitt. Við ættum öll að hafa það í huga, alltaf. Og að lokum þá vil ég bara þakka fyrir samstarfið í þessum góða hóp. Það búið að vera mjög skemmtilegt að vinna með ykkur öllum og við erum mikið fleiri heldur en þau sem eru hérna í dag. Mætt, afskaplega skemmtilegt og gefandi samstarf og ég þakka sérstaklega Gíu Gunnarsdóttur fyrir hennar frábæru stjórn í þessum hópi og fyrir hennar framlag til hreyfingar hér á Íslandi. Hún búin að standa sig alveg gríðarlega vel. Og nú gef ég orðið til Auðar og þakka kærlega fyrir mig. Takk fyrir. Já, góðan daginn, gott fólk, forsetar, landlæknir og ráðherra, til hamingju með daginn öll. Hreyfing, hún gegnir lykilhlutverki við að bæta heilsu og líðan sem forvörn gegn
gegn sjúkdómum. En ég ætla semst að snúa mér beint að ráðleggingum fyrir fullorðna. Mér langar aðeins samt að taka eins undir breytingarnar sem hún Gígja kom aðeins inn á frá fyrir ráðleggingum. Þar sem núna erum við að tala samtalshreyfingu á viku, ekki endilega hreyfingu á dag. Og þetta veitir svona kannski þessum annars sem að fullorðna fólki í dag svolítið meira svigrúm. Þú kannski meiri tíma fyrir hreyfingu ákveðna daga vikunar, ekkert alltaf 30 mínútur á dag, heldur hefur tíma til þess að hreyfa þig meira helgar og þá telur það inn í, það telur líka allar mínútur eins og ég kom inn á, að sækja barnið á leikskólan, að labba niður á leikskóla í 5 mínútur, það telur líka. Þannig að allar mínútur telja og þetta tvennt veitir meiri sveigjanleika heldur en áður hefur verið samkvæmt ráðleggingum. Mér langar líka aðeins að tala meðal og mikla ákefð, eins og Gígja kom inn, hún einstaklingsbundin og það sem einum þykir erfitt getur öðrum þótt létt og öfugt og góða þumalfingursreglan svo að geta haldið upp í samræðum á meðan maður að hreyfa sig. Það mjög góð þumalfingursregla svona alla jafna. Hérna eru ráðleggingarnar fyrir fullorðna og ráðlagt að öll fullorðin ættu í hverri viku að hreyfa sig rösklega í minnst 150–30 mínútur og hér þá áttu loftháða hreyfingu af miðlungsákefð sem eykur hjartslátt og öndun. Eða hreyfa sig kröftulega í þá minnst 75–150 mínútur og hér þá verið að tala loftháða hreyfingu af mikilli ákefð sem kalla fram svita og mæði. Þannig alveg skilgreiningar munur á þessu tvennu. Og við vorum mjög ánægð með þetta þegar við komum inn á þetta rösklega og kröftuga. Okkur fannst þetta svo góð íslensk orð sem allir eiga að skilja. Þannig að síðan þetta blanda þessu tvennu saman að stunda sambærilegt magn af rösklegri og kröftugri hreyfingu þar sem 2 mínútur af rösklegri hreyfingu jafngildir þá 1 mínútu af kröftugri hreyfingu. Síðan það varðandi styrkin og styrktarþjálfunina, þá minnst 2 daga vikunar ætti að stunda hreyfingu sem styrkir vöðva og hún á annaðhvort að vera kröftug eða röskleg og þetta hluti af heildarhreyfingu yfir vikunar, það þessi styrktarþjálfun. Og svo aftast sjáum við ákefðina við hvort sem maður að stunda rösklega, kröftuga eða styrktarþjálfun þá sést ákveðin á hjarta- og æðakerfi sem við þurfum að taka tillit til. Ég með aðra glæru sem ég ætlaði að setja upp og má sjá hvernig ávinningurinn eykst með aukinni hreyfingu á hverri viku. Þetta hefðbundin framsetning, rautt, gult og grænt, þar sem æskilegast að vera græni kallinn eða græni einstaklingurinn, en þetta samt ekkert með pólitík að gera viljum, ekki neitt Nei, já. Hann í miðjunni líka. Já. Já. En með því að hreyfa sig lengur eða meiri ákefð, þá má bæta heilsuna enn frekar. Og þannig má alveg hreyfa sig meira heldur en 300 mínútur af rösklegri hreyfingu og meira heldur en 150 mínútur af kröftlegri hreyfingu. En við þurfum alltaf að taka til greina og hafa í huga aukna áhættu á meiðslum og jafnvel ofþjálfun. Og það mjög einstaklingsbundið hvar þau mörk liggja hjá hverjum einum. Og fullorðnir ættu að takmarka að vera rauðukallir þarna neðstu og vera ekki sitja sem minnst í sófanum eða stólnum og það jákvæð áhrif á heilsuna að skipta á tíma fyrir úr kyrrsetu í hreyfingu af hvaða ákvæð sem líka lítill ákvæð. Og þeim meira, því meira sem að þú situr, því mikilvægara að taka inn kröftuga eða rösklega hreyfingu í staðinn til þess að vinna gegn neikvæðum áhrifum. Svona í lokin þá viljum við koma á framfæri að það betra að hreyfa sig lítið en ekki neitt. Það aldrei of seint að byrja að hreyfa sig og fara rólega af stað og síðan smá auka tíðni og ákefð og auka tíman og við þurfum að hafa áhuga það mikilvægt að við metum það hvar við stödd á lífsleiðinni, stundum erum við betra ásigkomulagi heldur en aðra daga og við þurfum að taka mið af aðstæðum hverju sinni.
Fólk með skerta hreyfigetu og heilsufarsvanda eða fötlun getur ráðfært sig við heilbrigðisstarfsfólk eða fagaðila á sviði hreyfingar. Hreyfingar nefnilega líka meðferð við sjúkdómum, svokölluð annars stigs forvörn. Og á heilsugæslustöðvum landsins er hægt að óska eftir hreyfiseðli sem felur í sér ráðgjöf um hreyfingu við hæfi út frá sjúkdómi ásamt því að njóta stuðnings og eftirfylgdar. Hreyfing hefur jákvæð áhrif á heilsu og líðan óháð holdafari og síðan er hreyfingin líka mikilvæg fyrir félagslega heilsu eins og réttilega var komið inn á hérna áðan. Og eftir aðstæðum getur verið mjög gott að bæta hreyfingum inn í daglega lífið, nota þetta sem virkan ferðamáta og hlúa þannig að heilsu sinni og umhverfi. Takk fyrir. Komið sæl. Nanna Ýr Arnardóttir heiti ég og ég ætla að kynna fyrir ykkur ráðleggingarnar fyrir eldra fólk. En eldra fólk er náttúrulega bara mjög fjölbreyttur hópur og vaxandi hópur og eru bara mjög mismunandi stað hvað varðar hreyfingu og það er líka sérstaklega mikilvægt að halda þessum hreyfiráðleggingum á lofti fyrir eldra fólk svo þannig að við halda bara færni og sjálfstæðis lengi og mögulegt er. Og það er nú bara þannig að ráðleggingarnar fyrir eldra fólk, þær eru eiginlega bara alveg eins og ráðleggingarnar fyrir fullorðið fólk. Það er engin munur á mínútum varðandi rösklega og kröftuga hreyfingu, þannig ég ætla ekki að vera að endurtaka það sem er sagt hérna áðan, og eða stunda þá sambarlegt magn af svona rösklegri og kröftugri hreyfingu. Það sem er aukalega og sérstök áhersla á hjá eldra fólki, það er að stunda hreyfingu sem að styrkir vöðva og bætir í jafnvægi og eykur hreyfigetu og það er mikil áhersla lögð á þetta í ráðleggingunum, þessu nýju ráðleggingum. Eitt í viðbót það er líka minnka kyrrsetu hjá eldra fólki og það kom fram í íslenskri rannsókn að eldra fólk er að eyða 75% vökutímans í kyrrsetu og þetta þarf að bæta og vonandi tekst það með þessum nýju ráðleggingum. Takk hérlega. Já, góðan daginn. Þá ætlum við að fara í ráðleggingar fyrir hreyfingu á meðgöngu og eftir fæðingu. Og af hverju erum við að leggja áherslu á þetta? Það er af því að við vitum að hreyfing á meðgöngu hefur jákvæð áhrif á heilsu bæði móður og barns. Við vitum að það hefur áhrif á bara vellíðan og minnkar líkur á fæðingarþunglyndi, minnkar líkur á meðgöngu sykursýki og háþrýstingi. Þannig að það er til margs að vinna að viðhalda hreyfingu á þessu tímabili. Og ráðleggingarnar eru þannig að svona á frábendinga ætti að stunda reglulega hreyfingu, helst allar konur sem geta. Og hér er gott að tala bara við sína ljósmóður, að heyra hvort það er einhverja frábendingar eða eitthvað sem maður þarf að huga. En ef allt er í góðu lagi, þá mælum við með að hreyfingin sé áfram þarna 150 mínútur. Hér erum við semst ekki að tala eins og fyrir fullorðna 150 til 300 mínútur, að reyna að viðhalda þessi rösklegri hreyfingu, lágmarkshreyfingu sem mælti með 150 mínútur með því að ná að fá hjartað aðeins upp svona með því að ganga rösklega hjóla og svo framvegis. Fyrir utan þetta þá vitum við líka á meðgöngu að liðböndin losna, að þyngdarpunkturinn færist framar og það verður meiri þyngsl hérna niður á grindabotninn. Þannig að styrk þjálfun og fjölbreytt þjálfun á þessu tímabili hjálpar okkur við að takast á við þessa hreyfingu sem á sér stað á þessu tímabili. Þannig að það er mælt með því líka að stunda fjölbreytta þjálfun, stöðugleikaæfingar, fara í meðgöngu jóga eða sund eða röskagöngutúra eða eitthvað svoleiðis, þannig að sem reynir svolítið á þá líka grindabotninn og svæðið hérna niðri þess sem að reynir svo mikið á og er bara algengt að verði þvagleiki eða grindaverkir eftir á. Þannig að þetta er mikilvægt á þessu tímabili. Til viðbótar, ef að kröftug hreyfing var stunduð fyrir meðgöngu þá má alveg halda þeirri hreyfingu áfram, bara eins og það er mikilvægt bara að hlusta á getu og líðan hverju sinni. Það er að sama með kyrrsetuna í þessum ráðleggingum eins og fyrir fullorðna að takmarka ætti alla kyrrsetu og nú sé ég fyrir mér einhverja margra bodna kasólétta konu sem er rétt að setjast niður. Að það er mikilvægt hér að muna að það er líka gott að hreyfa sig og það er líka gott að hvíla sig. Að það er líka mikilvægt og hér sérstaklega eftir þetta tímabil eftir fæðingu að fara rólega af stað. Hlusta á líkamann er aðalatriði hér að vita að bara finna suma daga eins og við þekkjum þetta öll sem eru með ungbarn. Suma daga eru andvökunætur og eyrnabólgur og magakveisur og svona.
að fara þá daga aðeins rólegra og finna svona sinn takt, að því hér mikilvægt að byggja grunninn vel, að því hérna ætlum við að halda svo áfram framtíðarhreyfingu með okkar stækkandi barni. Takk fyrir. En já, og þá núna lokum, og síðast en ekki síst, þá ætlum við að bara örsnögt að fara, ég ætla í sjálfum sér ekki ráðleggingarna fyrir fólk með fötluð börn og ungmenni og einnig fullorðna með fötlun. Það eru mjög sambærilegar og fyrir bara hina hópana, þessa aldurshópa almennt, en í raun og bara þetta einmitt verið að lyfta þessum fjölbreytilega og stóra og mikilvæga hópi upp og í raun og að tala til öll börn og ungmenni og þá líka allir fullorðnir með langvarandi líkamlega andlega skerðingu eða skerta skynjun ætti að hreyfa sér reglulega og bara lagt áherslu á það að hver finni sína leið. Og það sama á við fullorðna. Þannig að ég ætla nefnilega að því við fengum svo í lokin að það alltaf svo lang áhrifaríkast að þetta hversu mikið, en svo það hvernig og hvað þarf til þess að það sé framkvæmanlegt. Það ætla ég að gefa Önnu orðið. Já, Anna Karolína heiti ég, íþróttasamtök fatlaðra, komið þið sæl öll og takk kærlega fyrir að setja þessa áherslu inn fyrir fatlaða gildi hreyfingar, skiptir okkur mjög miklu máli. En við erum svona hjá IF meiri því að horfa það að texti raungerist í framkvæmd, þannig ég svona örstuttu máli, fekk 1-2 mínútur, ætla að taka 3 atriði út sem ég held að geti skipt mjög miklu máli til árangurs. Ég tek það fram að við berum öll ábyrgð á því að láta hlutina lagast. Fyrsta lagi það íþróttakennarar í skólum, að þeir fái stuðning, aðstoð í kennslu eða búnað ef að það þarf til að virkja öll börn. Í öðru lagi það leikskólar, að það sé stuðningur og hvatning til leikskólastjóra að ráða fagaðilega hreyfingu íþróttafræðing til að sjá markvissa þjálfun, hreyfiþjálfun, vegna þess að snemndag íhlutun að gera ótrúlega hluti. Við erum að vinna með heilsuleikskólum í Ásbrú, heilsuleikskólum Skógarási í Ásbrú, búin að vinna með þeim síðan 2015 að Young Athlete Project, eða JAP á ensku, gegnum Special Olympics. Árangurinn ótrúlegur. Í þriðja lagi og síðast en ekki síst, og þar vitna ég í þig Arna Sigríður, ég bara skora á okkur sem samfélag að gjörbreyta stefnu varðandi hreyfihamlaða og hreyfingu. Látum ekki fólk, hvort sem það ungmenni, fullorðnir eða foreldrar hreyfihamlaða barna, þurfa að vaða eld og brennistein. Ég tek það fram, þetta eru örfáir sem taka skrefið. Sækjum styrk til að fá búnað, til að fá bara að hreyfa sig eins og við hin. Hvað gerist? Í reglugerð Sjúkratrygginga Íslands í gegnum árin búin að vera sérstök setning að ekki megi styrkja ef það útivist og íþróttir. Við erum búin að vera svakalega bjassi, nú mun þetta bara út. Hvað núna? Ekki megi styrkja ef það líkamsæfingar og íþróttir. Ég treysti á þennan ráðherra og okkur öll, ég set ekki ábyrgðina á hann bara. Ég treysti bara á hann meðan hann er. Nú verða breytingar, nú ætlum við að breyta þjóðfélaginu þannig að nú erum við að fara að hvetja hreyfihamlað fólk til að sækja styrki, til að fá búnað, til að hreyfa sig svo við öll. Og við ætlum að opna dyrnar og við ætlum að gera þetta einfalt. Við ætlum ekki að láta foreldra þjást í mörg ár af því að barnið að fara ekki að vera með, af því reglugerðin svona. Og takk kærlega fyrir mig. Þá ætlum við að bjóða hér velkominn Valdimar Gunnarsson sem ætlar að segja okkur aðeins meira frá þessu verkefni sem allir með. Gjör svo vel. Komið sæl. Ég heiti Valdimar og verkefnastjóri fyrir verkefnið Allir með. En Allir með verkefni sem íþróttahreyfingi stendur fyrir, ungmennafélagshreyfingin, Íþróttasamband Íslands og Íþróttasamband fatlaðra með styrk frá 3 ráðuneytum. Verkefni gengur út á það að fjölga tækifærum fyrir fötluð börn innan íþróttahreyfingarinnar. Þetta gengur út á þetta.
Ég var ráðinn í þetta verkefni í fyrra, fórum að stað í fyrra og við byrjum á því að taka stöðuna. Könnuðum það hvað varu margir einstaklingar, börn 17 ára yngri með einhvers konar fatlanir og það reyndist vera rúmlega 3000. Innan íþróttahreyfingarinnar voru einungis 155 að æfa og þessi 155 voru yfir 16 ára eldri. Við fengum eiginlega áfall þegar við sáum þessu tölur. Þetta ekki skárra hjá okkur ennþá í dag? Verkefnið gengur út á það að við ætlum að breyta þessu. Við ætlum að breyta þessu á þann hátt að við ætlum að reyna að fá íþróttahreyfinguna, íþróttafélögin okkar sem eru út allt land til að bjóða upp á þjálfun fyrir fötluð börn. Það er svo mikilvægt ef við ætlum að ná árangri í þessu að börnin geti sótt í þjálfun í sínu nær umhverfi. Íþróttahreyfingin hefur líka upp á að bjóða menntuðum þjálfurum og fólki með reynslu og svo annað sem ég tel vera eitt af mikilvægast í þessu að því að öll viljum við tilheyra einhverjum hópi. Við viljum vera með í einhverjum hópi, sama hópi og vinir okkar og vinkonur eru í. Ef ég bý í Kópavogi þá vil ég fá að fara í græna Breiðabliksbólinn eins og vinir mínir eru í. Þannig að þetta held ég að sé eitt af mikilvægasta ef við ætlum að ná góðum árangri í þessu. Það er að íþróttahreyfingin sé slík og stóru hverfisfélögin bjóði upp á þjálfun fyrir fötluð börn. Við erum lögð á stað með verkefnið. Það eru nokkuð verkefni að fara í gang út allt land og við erum að vinna í því. Og ég get sagt ykkur tvennt að ég búinn að heimsækja ógrynni af íþróttafélögum. Það er tvennt sem menn segja að stoppi þetta. Við kunnum þetta ekki, við vitum ekki hvernig á að þjálfa fatlað fólk. En það er ekkert öðruvísi að þjálfa fatlað fólk en ófatlað fólk. Svo hitt, og við getum alveg breytt þessu með fræðslu. Svo hitt, hver á að borga. Það kemur alltaf upp hver á að borga. Þetta er náttúrulega dýrara heldur en að vera að þjálfa ófatlað því að við þurfum að vera með fleiri starfsmenn og það tekur mikið lengri tíma að byggja upp fjölda iðkenda. Þannig að það er nauðsynlegt að íþróttahreyfingin, íþróttafélögin hafi aðgang að fjármagni til þess að brúa þetta bil meðan við erum að búta til. Og við erum eiginlega búin að leysa þetta líka. En íþróttahreyfingin, hún gerir þetta ekki ein. Þetta er það stórt verkefni, þetta er svona viðhorfsbreyting. Við sem samfélag, við verðum að gera þetta öll saman. Íþróttahreyfingin, sveitafélögin, skólar, foreldrar, við verðum öll að taka þátt í þessu ef við ætlum að ná árangri. Og við gerum þetta ekki svona 1, 2 og 3, við þurfum að gera þetta í mörgum, litlum skrefum, þannig náum við árangri. Og þangað erum við að fara og við viljum fá að sjá það. Það er okkar svona draumur að framtíðinni verði það þannig að það þykir bara eðlilegt að fötluð börn fari að æfa íþróttir í sínu hverfisfélagi á sama aldri og fötluð börn. Félagarnir fyrir saman 6 ára á æfingun. Þangað ætlum við að fara. Og mig langar til að enda þetta á einu stuttu myndbandi. Því miður er ekki hljóð hérna en það er hljóð í útsendingunum. En það er textað. Þetta verkefni sem við ætlum að sýna ykkur er frá körfubolta hjá Haukum. Vakir mikla athygli, en þetta sýnir okkur að það er hægt að gera. You know, it's so important in life to be part of something. Kind of just wanted to play basketball with people like me, autistic, Down syndrome, all that. I don't know, maybe it's just like the Icelandic mentality, just like, let's do it. Children with disability are a bit isolated. I guess the word got around that my son was born with Down syndrome. There was no basketball team in the country. We threw an advertisement on the media about we were going to start this program in 2018. For the first practice, we had 3 or 4 kids with disabilities that showed up. And it's just gradually grown over the years.
there are too many examples from the past that children with special needs, they just don't have a chance. Hilmir has been in this team since 2018, and it has been amazing to see him and the other children grow. Some of the kids, they did not know how to catch a ball. They did not know how to dribble a ball. They did not know how to walk backwards. When I was running, I was kind of just jogging. And now I can jump around, do layups, all that. It's a lot of fun. The first competition we did was actually in January 2020. We had 150 people clapping, and they just kind of fueled up from that. And ever since then, they just competition they're on. I could not see it from the beginning that he could be here today playing basketball with all this energy and all this passion. Everyone has a chance just to be themselves. You know, when we started the program, just to change one kid's life from that perspective, we have achieved our goal to get the kids into the society, get them out of the isolation. It's not unusual for us. We just go all the time, especially 3 years ago, we just went all out. Kind of just like a really big family. Everyone is happy. I mean, it's good for everyone. Our end goal is going to be the Special Olympic World Games. That's not the main focus. The main focus is just to build the community, build friendships, and basketball is just a platform for that. fyrir þetta dásamlega myndband og auðvitað á það að vera markmið okkar sem samfélags að skilja engan eftir. Þannig að ég held að allir hér hafi hlustað og ætli sér að gera betur og það sem þeir geta þegar kemur að hreyfingu fatlaðs fólks. En þá komið að lokum hjá okkur í dag og eins og við höfum lært þá aldrei of seint að byrja að hreyfa sig meira og það betra að hreyfa sig lítið heldur en ekki neitt og auðvitað þau sem ekki að hreyfa sig núna að byrja rólega og smám saman að auka við og auðvitað eins og forseti og fleiri nefndu að finna sér hreyfingu sem manni finnst skemmtileg og sem að hæfi manni. Þannig að ég vil bara að lokum hvet ykkur öll til að takmarka kyrrsetu og hreyfa ykkur að getu því að eins og við höfum heyrt þá svo sannarlega til mikils að vinna og enn og aftur þakka ykkur fyrir vinnuna og fyrir komuna. Takk.